Jæja, þá ætlum við að finna einhver stór skemmtileg markgildi hérna. Við ætlum að beita reiknireglum markgilda til þess að leysa þetta. Við erum með gefið að markgildi þegar x stefnir á 4 af g af x er -3 og markgildið af f af x þegar x stefnir á 4 er 2. Og við erum að finna hérna markgildið þegar x stefnir á 4 af g af x plus 3. Og við vitum að málið er að diffrun og líka markgildi eru línulegar aðgerðir sem þýðir einfaldlega að við getum tekið þetta í sundur, tekið allt dæmið í sundur og sett aftur saman og eitthvað. Lítum aðeins bara á þetta. Þetta er í rauninni það sama og markgildið þegar x stefnir á 4 af g af x plus markgildið þegar x stefnir á 4 af 3. Við splittum þessu tvennt. Við vitum að markgildið þegar x stefnir á 4 af g af x er -3 og markgildið af 3 þegar x stefnir á 4 er bara 3, x tengist þessu ekki neitt. Og þetta er bara -3 plus 3 eða 0. Ok, en hérna markgildið af x sinnum f af x þegar x stefnir á 4. Þetta er þá bara markgildið af x þegar x stefnir á 4 margfaldað með markgildið af f af x þegar x stefnir á 4. Sem þetta er bara 4 sinnum 2 eða 8. Og svo ætlum við að setja upp í veldi og það er mjög þægileg bara veldaregla skilgreind fyrir markgildi. Þannig að við setjum bara markgildið af g af x þegar x stefnir á 4 í annað veldi. Þetta verður -3 í öðru eða 9. Því að við vitum að markgildið þegar x stefnir á 4 og g af x er -3. Og svo er hérna eitthvað pínu flóknara. Markgildið þegar x stefnir á 4 af g af x deilt með f af x -1. Þetta er samt bara rosalega einfalt. Við vitum að þetta hérna er -3, ekki 2. Það verður bara -3 deilt með 2 -1. Við getum sem sagt meðhöndla þetta bara eins og við erum með tölur. Þannig að -3 deilt með 1 er bara -3. Takk fyrir þetta bara og vonandi hefur þið gaman að og góðan dag.